Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það eru forsetakosningar og við höfum hérna við rauðaborðið talað við alla frambjóðendur eða svo til alla. Við höfum ekki náð sambandi við Katrínu Jakobsdóttur en annars höfum við talað við alla fyrir utan Viktor Traustason sem hingað kominn. Þakka þér. Þú situr svolítið lágt í stólnum. Þú vildi fá mig nær borðinu? Já, alltaf leið. Herðu, hérna, kannski svona eðlilega fyrsta spurning hérna, Viktor, af hverju viltu vera forseti? Ég vil ekki vera á forseti, en mér fannst mikilvægt að bjóða fram ákveðna hluti, þannig að fólk geti valið á. Ég myndi ekki treysta neinum sem að myndi vilja vera forseti. Þú ert í framboði, þannig að ég get kosið þig. Já, ég er í framboði og það er hægt að kjósa mig og ég veit ekki hvernig þú hugsaðir en ég mæli með því að kjósa ekki fólk sem vill vera forsetar. En þeir sem eru í framboði eru náttúrulega að bjóða sig fram til þess að verða forsetar. Það er engin hætta á að ég veri forseti, en það er smá hætta á að þú veri forseti. Mikið rétt. Herðu, en hvað er þetta sem að þú vilt bjóða fólki upp á að velja? Mér langar til þess að búa til möguleika sem að snýst ekki út á ákveðna mannesku eða personu. Það sé ekki verið að bjóða fram ákveðið ego, heldur að bjóða fram bara skýrar og markvissar reglur sem að byggjast á ekki á mínum stjórnmálaskoðunum eða mínum geðþótta ákvörðunum eða minni einhverju svona ofurmannlegri getu til að skipa ráðherra frekar en einhver aðrir og byggir ekki á mínum ofurmannlegu kröftum til þess að lesa vilja þjóðarinnar. Heldur er þetta þá bara allt saman fyrirsjáanlega reglur sem ég kem til með að fylgja og ættu, að vera frekar þverpólitísk sátt í kringum. Eina fólki sem þetta gæti mögulega móðgað eru leiðbeinendur eða leiðtogar stóra stjórnmálasamtaka og þeir sem hafa myndað sér ákveðna svona valdaklíku á alþingi og halda að þau séu með öll völdin í höndunum svona ósjálfrátt. Þannig að framboð þitt er stillt á móti stjórnmála stéttinni, stjórnmála elitunni eða hvað? Stjórnmála flokkonum? Þú getur orðað þannig. Sækið. En eins og allir fyrsta stefnumáli mitt er bara að þingmenn fá ekki vera ráðherrar. Það er ekkert sem að segir að þingmenn eigi vera ráðherrar. Það er ekkert sem að segir að þetta sé hlutastarf. Það er ekkert sem segir að þau séu alltaf í 50% vinnu. Hingað til þá hefur forseti alltaf skipað ráðherra í samráði við þingið. Þess vegna alltaf talað um að leiðtogar ákveðna stjórnmálasamtaka sæki umboð til ríkisstjórnarmyndunar. Til þingsins? Nei, til forseta. Þeir sækja umboð til forseta og forsetin veiti þeim umboð til þess að gera þetta fyrir hans hönd. Það myndar ríkisstjórnina? Já, eða skipa í ríkisráðið, því að samkvæmt stjórnarskrá er heldur ekki til neitt sem heitir ríkisstjórn. En sem sagt, þetta vald klárlega liggur hjá forseta, samkvæmt 15. grein, og þess vegna þeir eru alltaf að sækja umboð þangað og þeim hefur verið neitað þetta umboð. Ég ætla ekki að vera að blanda mínum stjórnmálaskoðunum inn í þetta eða velja þá flokka sem að ég fíla best eða ég mitt halda að ég sé með einhver ofurmannlega kraft til þess að vita hver sé bestur ég vera ráðherra. Ég held að sé langt sniðugast að gera þetta bara ennþá í samræðu við þingið af því að það er það sem Íslendingar virðast fíla. Ég ætla bara að setja þá lágmarkskröfu að þingmenn með ekki velja sjálfan sig. Þannig að þetta er þá þingbundi stjórn, þannig að það er, ef það er meiri hluti á þinginu fyrir tiltekinni stjórn, að þá gerir þú engar athugasemdir við það nema að þú, hvað myndum maður segja, veitir ráðherrunum ekki umboð þitt nema þeir segja sér þingmennsku eða að það séu valdir ráðherrar utan þings. Já, ég myndi ekki skipa neitt sem er sitjandi á þingi, en ef einhver sækir þessa stöðu og er með meðmæli frá öðrum þingmönnum, þá myndi ég bara gera það óháð því hvað mér finnst um það. Já, bara ef það er meiri hluti fyrir þinginu fyrir að þessi sé dómsmálaráðherra. Svo lengi sem þeir segja af sig þingmennskunni fyrst. Þeir fá ekki að vera bæði en ekki gera það ekki, eins og vaninn hefur verið, það er svona einhver hefð hér. Og það er mynduð meiri hlutastjórn eins og við bara til dæmis núna. Svo tekur við 1. ágúst. Og það eru þarna, er ekki 12 ráðherrarnir, sitja allir á þingi? Hvað gerir það? Eins og segi, það er forsetið sem ákveður hverju margir ráðherrar og hvað þeir gera. Og mér langar ekkert að vera að blanda mér alltaf mikið inn í þetta. Ég ætla ekki að vera að taka einhver sérstakar ákvarðanir. En
kannski gefa þeim viku 2 gegnum frest til þess að ákveða sig hvort ætlar að vera þingmaður eða viltu halda áfram að vera ráðherra og já, ef þau segja ekki á sig þingmennskunni þá þarf að leysa þau embætti sem ráðherrar. Og þú myndir gera það og það er tilboðið til kjósenda eða kjósa þig? Já, all mín stefnumál eru frekar svart og hvítu og það myndi koma mjög fljótt í ljós ef ég var ekki að standa við eitthvað af þessu og þú veist, ég hef enga hagsmuni að gæta ef þetta er kosið þá er þetta sem fólk vill. En þú værir að stilla þér upp á móti sko, hefðin eins og það er á þinginu og hjá stjórnmálaelitunni, þannig að maður er að reyna að sjá fyrir sér hvernig það getur orðið, þá er það þannig að þú gefur þeim 1-2 vikur til þess að frest, til þess að segja af sér þingmennsku, annars myndu gera hvað? Já, það þarf að leysa úr embættinu og leysa upp ríkisstjórnina og búa til kosninga. Eins og segi, það er ekki til neitt sem heitir ríkisstjórn, samkvæmt stjórnarskránni. Það er til ríkisráð sem er forseti og ráðherrar hans. Og vísaðum úr ríkisráðinu. Já, leysa úr embætti. Og þá er veita þeim lausn. Ok, segjum að þetta yfir allar ráðherrana, þá 15. ágúst og þá er engin ráðherra. Og hvað gerur þá? Já, það þarf að skipa nýtt fólk til þess að framkvæma valdi ríkisins. Og þá mun þú skipa auðvitað þingstjórn. Já, það er ekki bara hægt að opna fyrir umsóknir og ég held að flesti kannast við að sækja störf og þú þarft meðmælabréf. Þannig ef einhver skilar meðmælabréfi með 50 þingmönnum eða 40 þingmönnum þá er alveg hægt að skipa hann eða hana í eitthvað ráðherraembætti. Og ef að þingi getur ekki komið sér saman þetta að þá þarf maður örugglega bara að fá ráðgjöf annar staðar frá af því að þingi er greinilega ekki að standa sig í þessu. Þú þarft að ráða í embættið af því að þú leggur svolítið upp á því að það sé ekki þín afstaða sem að ég ráða fyrr en ef þessi staða kemur upp þá þarfst þú að mynda ríkisstjórn. Mikið rétt. Eða skipa í ríkisráð. Skipa í ríkisráð, fyrir ekki. Og þá er það fólk sem að þú treystir. Ekki ætlar að láta kapasent ráðningarskrifstofuna sjá mynda. Ekki er hún eitthvað hlutlaust afl eða hvað? Ég held að sé engin hlutlaust afl. Það var líka hægt að bera bara saman hverju með flest meðmæli á þingi. Ég er líka smá hrifin einni hugmynd að sko eins og venjan er núna þá er það stjórnmálasamtök sem geta tilenga sér flesta þingmenn eða sem sagt meiri hluta þingmanna að þau fá einhvern veginn að ráða í hverju allir ráðherrarnir eru en okkur deiluðu þá bara ekki hlutfallslega niður eins og allir með sem einhver stjórnmálasamtök eru með 7% á þinginu, okkur fá þau þá ekki einnir á þeirra í hlutfalli við okkur er það helmingurinn sem færðu alla þetta er fullt af útgáfum sem að það myndi vera eins konar þjóðustjórn já, mögulega eins og hefur verið og eins og ég segi þetta, það virðist ekki vera það alvarlegt hverjir eru í þessum hlutverkum einhvern veginn á 6 mánaða fresti þá geta allir hoppa á einu stóli yfir í annan það er fólk sem er ekki með neina reynslu sem fer inn í þetta og eins og ég held að þetta sé meira stór stjórnmálasamtök að reyna að halda í einhver völd frekar en rosalega mikilvæg hlutverk sem er nauðsynlegt að hafa endilega rétta fólkið í mig grunar þessi mjög margir sem geta sinnt þessu stöðum bara heiðarlega og unnið góða vinnu. Það er þjóðin sem kýs forseta. Forsetin hefur umboð og kannski sérstaklega ef hann leggur fram það sem hann vil gera með svona skýrum hætti. En það er líka þjóðin sem að kýs þingið og í samkvæmt þeirri hefð sem að þar hefur myndast. Ég meina, flestir vita svona hvað sá leikur snýst. Ég bara velta fyrir mér á hverju hefur forsetinn vald til þess að raunverulega setja þinginu stóli fyrir dyrnar. Af því að þjóðin sem að kýs hvort tveggja. Já, ætla að sé ekki út af því að stjórnarskráin er komin frá í rauninni bara þýðing á danska konungsveldinu nema hvað að við erum að kjósa konung í 4 ár í hvert sinn í staðin fyrir til lífstíðar eða staðin fyrir einhversi fættur inn í þetta hlutverk þannig að það er líklegast ástæðan fyrir því ég er ekki að reyna að réttlæta núverandi stjórnarskrá endilega. En maður sér ekki alveg fyrir því að sko danski kongurinn, nú eru þau með kong að hann neyti vísi fólki úr ríkisráðinu af því að það sitt á þingi eða allir ráðherrarnir þar eru á þingi. Nei, það er margt sem maður getur ekki séð fyrir sér út af því að það er fólk í þessum stöðum sem maður finnst bara frekar þægilegt að vera þar og það myndast ákveðum aldajafnvægi sem engin vill raska
Það er enginn sem hefur hag af því sem í þessu batteríi að hrófla neitt við því, á meðan að flest allur almenningur orðin pirrar á því að mest allt vesennið virðist alltaf snúast í kringum sama fólkið sem allt í senn bæði ráðherrar og þingmenn og formenn stjórnmálasamtaka allt á sama tímanum, og það er enginn sem í stöðu til þess að gera neitt í því, sem hefur hag af því að gera neitt í því. Þannig að mér langar bara að bjóða upp á þann möguleika. Þannig að stjórnmálahefðin á Íslandi hefur komið okkur í ógöngur, að það séu okkur tiltekin öfl inn á þinginu sem að stjórna ríkisstjórninni og þingið undir hælnum á ríkisstjórninni, og nú sé bara komin tími á að veri kosið forseti sem að hristir upp í þessu. Sko í stjórnarskráni þá finnst mér það frekar greinilegt að hún tekur sérstaklega fram að það sé þrískipting á valdi og skilgreinir 3 valdsvið, og tekur sérstaklega fram að sumir séu á einu valdsviði og aðrir á öðru, og það mikilvægasta sem að forsetinn hefur að gera oftast nær í stjórnarskráni að vera varnagli til þess að passa upp á það að þingið sé í rauninni að starfa á lýðræðislegan hátt, að það sé meiri hluti á bakveða sem að þingið gerir og að passa upp á að geta stoppað þingið þegar það fer út fyrir það umboð sem að það hefur fengið frá fólkinu. Já. Það er til dæmis að geta vísað hlutum í þjóðaratkvæðagreiðslu, og það er annars stefnumáli mitt, það er bara að skrifa ekki undir hluti ef að 10% mótmála, sem er ekki einhver frumlegu hugmynd að minni hálfu, þetta kemur frá stjórnlagaráðinu. Og síðan er það einmitt að þingi starfar af því að forseti skipar þeim saman og hann getur rofið þingið. Einmitt eins og það segir, alþingi er kosið í atkvæðagreiðslu, en forseti er líka kosin í atkvæðagreiðslu, og það sé samræmi milli þessara 2 atkvæðagreiðslna, það er ákveðin varnagli. En upp á síðkastið og bara í þó nokkuð marga áratugi, ekki árakynslóðir, að þá er eins og að forsetin afhendi valdið bara til einhvers leiðtoga stóra stjórnmálasamtaka, og þá er þetta ekki sitt hvor kosningin sem þarf að samrýmast, heldur þá er bara forsetakosningin allt í einu bara orðin merkingarlaus. Og það er bara þessi eina alþingiskosning sem að gefur fólki völd, sem að þau geti síðan farið með og allir verið pirraðir í 4 ár þangað til þau geta sagt eitthvað næst. En það að þau þurfa að vera samræmi milli 2 kosninga það sem að ég tel lykillinn að því að sé ákveðin pólitísku stöðuleiki, og að þingið sé í rauninni að starfa með vilja þjóðarinnar á bakvið sig, af því það er forseti að passa upp á að þau geri það. En það er kannski munur á því að eins og með Ólafur Ragnar Grímsson sem að talaði gjá milli þings og þjóðar, að hann gæti stíð inn í mál, og hann lagði áherslu að það væri mat hverju sinni, að það væri ekki nóg að hafa tiltekinn fjölda, heldur þið að leggja mat á það væri sum mál sem að henduð ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu og annað slíkt, þannig að þyrfti alltaf svona persónlegt mat þarna sem er ólíkt því sem að þú heldur fram. En það sem að mér finnst þú verið að tala að svona bara almennt kerfið á þinginu ekki gott. Þannig að þetta snýst ekki tiltekin mál sem að koma út úr þinginu sem að stangast á við þjóðarvilja eða brjóta gegn aðri frambjóður hafa nefnt bara svona siðferðisvitund almennings og annað slíkt. Heldur þú að nota embættið til þess að ég myndi eiginlega bara segja svona bara hrista upp í þessu, að það séu orðnað svona farvegir valdsins þarna inni, þannig að tilteknir menn og aðilar hafi þar ómikil völd og hafi sveigta undir sig, og nú er komið tími til þess að bara breyta þessu, þannig að völdin raðist með einhverjum hættum öðruvísi. Þetta er ekki afstæða til tiltekina mála, heldur kerfisins sjálfs. Það er munur á þessu. Já, þú getur vel orðað þannig. Ég reyndi að leggja áherslu á það í gegnum allt mitt ferli hingað til, einmitt að ég ekki reyna að bjóða frá mínar sértæku stjórnmálaskoðanir, og ég myndi taka þessa ákvarðanir óháð því hvað mér finnst ákveðin mál. Og eins og segir að það sé einn maður einhver tíman sem að sá það þannig að honum fannst kannski ekki öll mál passa í þetta. Jú, það er hans skoðun og við höfum öll skoðun, og þess vegna eru lýðræðislega kosningar, einmitt út af því að það er ekkit endilega einhver einn maður sem ákveða hvað öllum öðrum finnst. Sem ég getur sagt að þeir hafi svo rosalega góða tilfinningu fyrir því að lesa vilja þjóðarinnar, og ég einmitt hérna til að segja
ég hef ekki þessa tilfinningu. Ég ætla ekki að halda því fram að ég geti lesið það hvað öðrum finnst eða hvernig hlutirnir eigi að vera umfram öðrum, umfram það sem öðrum finnst. Þannig að ég held að sé best að hafa þá bara ákveðin þröskuld. Þannig að þegar það nógu mikil gremja í samfélaginu, að þá getur fólk krafist þess að fá þjóðaratkvæðagreiðslu og útkljá málið þannig. Ef að hlutir samþykktir þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvað þá þetta, smá töf og smá kostnaðir sem ekki lítið verð fyrir lýðræðið, en ef að hlutir eru felldir í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá það bara merki að það var eitthvað alvarlegt að. Þetta áviðum einstök mál, en stóra málið þitt að vera með svona breytingar á því hverju sitja í ríkisráði, að það megi ekki vera þingmenn. Það ekki 10% landsmanna hafa ekki hvatti til þess, þannig það þín dómgreind, þín afstaða, pólitísk afstaða sem að þú leggur fram. Þessi 10% þröskuldur á þá bara sérstaklega við það að skrifindi lög og komin frá stjórnlagaráðinu. Það eru ráðleggingar þeirra. Ég ætla ekki að láta mig detta í huga einhverja fullkomna prósentutölu. Það er örugglega að slípa þetta í framtíðinni, en þangað til sé ekki ástæðu fyrir því að ég ætti að fara út fyrir þann ramma. Það fylgir bara þeirra ráðleggingum. Nú man ég ekki nákvæmlega, en ég held að tillögur stjórnlagaráðs séu líka þessi þrískipting ríkisvaldsins, sem sagt þeir sem að framkvæma valdið séu ekki þeir sem eiga endilega að vera að setja lögin, og það líka þannig í núverandi stjórnarskrá, það bara ekkit sérstaklega sem bannar það. En hún tekur fram að hér sé löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald og segir hverjir vinna á hvaða sviði. Hún segir að forseti má ekki vera þingmaður, hún segir að hæstaréttardómarar mega ekki vera þingmenn, og hún segir að forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt. Stjórnarskrá segir ekki að ráðherra megi ekki vera þingmenn. Eins og hún segir að forseti má ekki vera þingmaður. Nei. Og að ráðherrar framkvæmi vald forseta gefur þannig að hluta til í skyn að þeir megið ekki, þó að standa ekkert, ég ætla ekki að segja að það að ráðherra hafi verið þingmenn hingað til sé stjórnlagabrot, en við getum hugsað okkur, hefði það kannski átt að vera þannig? Af hverju þarf þetta að vera sama fólkið? Það er ekkert sem segir þetta að vera sama fólkið. Eina ástæðan fyrir því að það vill svo til að ráðherrar sé alltaf þingmenn, grunan mig að þau þingmenn fá að velja þá og þeir velja alltaf sjálfa sig. Og það er bara klár hagsmuna árekstur í gangi, og þannig að það eina sem ég ætla að bjóða upp á að setja skorður á þennan hagsmuna árekstur og sjá svo hvað gerist. Og forsetakosningar eru þar leiðandi eins konar þjóðaratkvæðagreiðsla þá leið sem að þú leggur fram. Þannig ef að þú verður kosið forseti, að þá líklega komin vilji þjóðarinnar að þessa breytingar nái fram, að það verði engin ráðherra sem jafnframt þingmaður. Já. Það er þannig. Einmitt, þingmenn geta allan ekki orðið ráðherrar án þess að segja á sig þingmennskunni fyrst og vera þá bara ráðherrar. Ok. Þetta eru tvö mál, eða ekki? Það ráðherra sé ekki þingmenn. 10% þjóðarinnar getur knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ekki eitt enn? Jú, svo ég með þriðja málefnið sem er uppáhaldið mitt, en hefur hlotið minni athygli í gegnum tíðina, og það er það sem ég kalla týndu þingsætin, og eins og ég orðið alltaf svona í skrefum, þá var það sáhópur fólk sem mætir á kjörstað, fær kjörseðil, fer inn í kjörklefa, kemur út, setur hann í kjörkassan og fær ekki full trú á Alþingi. Og það er allir svo hópur fólk sem skilur ógildum seðlum, skilur auðum seðlum og kýs stjórnmálasamtök sem ná ekki 5% á landsvísu. Og samanlagt þá er þessi hópur allt saman fólk sem veitti engum á Alþingi sitt umboð, og það eru bara frambjóðundir á einhverjum öðrum listum sem setjast inn á Alþingi í sætin þeirra og láta eins og ekkert sé og segja síðan tala máli meirihlutans. Og ég hef gert Þú þá þess að stóla auða? Já, ef ég væri, sem ég spyrja, er þetta ekki málefni fyrir Alþingi frekar en fyrir forsetan? Ef ég væri að bjóða mig fram í alþingiskosningum, þá get ég komið með þær breytingar, þessi stólar eigi verið auðir. Það er ekki innan valdsvið forsetans að segja að þessi stólar geti verið auðir miðað við núverandi kosningalög. Það sem ég get hins vegar gert sem forseti er að segja, það virðist vera að þarna séu 4 þingsæti, ef við teljum saman hennan hóp og sjáum ef þetta væri allt saman bara ein stjórnmálasamtök, sem sagt allir þeir sem náðu ekki yfir 5%
og allir þeir sem að skiluðu auðu og allir þeir sem að skiluðu ógildu. Allt það fólk sem að mætti á kjörstað og valdi engan af þeim sem að situr inn á Alþingi, ef við teljum hann saman sem einn hóp og sjáum, hann samsvarar 4 þingsætum, þá get ég sagt við þingið, ég bara ætlast til þess að öll frumvörp séu samþykkt með 4 auknum meirihluta, annars get ég ekki með góðri samvisku skrifað undir þau. Af því ég veit að þið eru ekki með meirihluta kjósenda á bakvið ykkur, þó svo að þið látið eins og séu það. Þá er ég aftur ekki að styðja ákveðna flokka eða ákveðin stjórnmálasamtök. Ég er ekki að skipta mér að því hvaða sem kemur fram í frumvörpunum, ég er bara að tryggja það að þau séu með meirihluta bakvið sig og þá megu það halda áfram. Þeir sem að ekki mæta á kjörstað, þau er ekki hlutið þessu? Ekki eins og eins og ég segi, ég hef gert greiningar á þessu vandamáli aftur til 95 og ég er með nokkrar mismunandi túlkanir á því. Það er með stóra vandamáli mitt er þegar fólk segir, já, þeir sem að mæti ekki á kjörstað, þeir skipti ekki máli. Þó svo að ríkið hef ekki fengið eitt umboð frá þeim, þá eru sumir sem vilja meina að þú verður allan að mæta á kjörstað til þess að lýsa yfir þinni gremju. En málið er að eins og uppbyggingin er núna að þá er engin munur á því að mæta ekki á kjörstað og skila auðu. Það er ekki einu sinni munur á því að mæta ekki á kjörstað og að kjósa samtök sem síðan ná ekki 5% landsvísu. Það komið eins fram við öll þessi atkvæði. Það þarf að vera einhver kerfislegu munur á öllum þessum valmöguleikum. Ég bara spyrja tæknilega hvort að þú myndir vilja taka með í þennan kröfuna aukna meirihluta þá sem ekki mæta á kjörstað sem eru slástundum vel yfir 20%. Það eru bara 12-13 þingmenn þardir. Nefnilega, góðu punktur hjá þér. Ég held að þessi umræða fyrir seinni tíma. Byrjum á litlum skrefum, byrjum á einföldum skrefum, sjá hvernig það fer. Ef að þetta verður samþykkt, þá þarf ég ekki að standa í þessu lengur, þá er mögulega að byrja hægt að tala slíka hluti. En eins og þá held ég að sé einmitt best að byrja á litlum einföldum skrefum. En það er eitt er þeir sem að mæti á kjörstað og hunsa kosningaréttinn. Og í því getur túlkast að þeir bara sáttu við þetta eins og þetta er eða þeir hafa bara ekki trú á því að þessi hægt að breyta þessu í gegnum þingkosningar en allavega mæti fólk ekki. En þú ert að tala það sem að skila auðu. Hver sem er túlkaða eins og þau vilja og það er mitt vandamálið. Já, það er ekkit vandamál, þannig er bara mannlífið. Að fólk túlka með mismunandi sín á samfélagið. Við getum ekki verið einn hugur, við getum aldrei fundið hann. En þegar mann skoðar í söguna þá var mest í flest atkvæði sem að fengu ekki fulltrúa var 2013 sem að ég held að færi nærði að vera 8 þingmenn við minnir það sem að voru stjórnmálasamtök sem að náðu ekki yfir enn 5% þröskuld sem að er á Íslandi hærri heldur en annar staðar. Ég er í Sósíalistaflokknum og fyrir 4,1% sem við fengum í síðustu kosningum hefðu við fengið þingmenn í öllum Norðurlöndunum, Færeyjum og Grænlandi líka, en ekki Íslandi, af því að þröskuldur er svo hár. Á 2013 var það, samkvæmt dönskum lögum til dæmis, hefði Dögun, flokkur heimilanna og lýðræðisvaktin fengið þingmenn. Í Hollandi hefðu Hægri græni líka fengið þingmenn, þar sem landið er eitt kjördæmi og meiri segja regnboginn. Þannig vantaði 8 þingmenn inn á en þú segir að þá til þess að mæta þessu óréttlæti að sumir fá ekki þingmenn fyrir það atkvæði sem að kýs að þá alltaf vilt þú bjóða upp á auðanstól, við getum kallað það en akkur leifir ekki bara akkur mátti Dögun ekki bara fá sína 2 þingmenn og flokkur heimilina sína 2 og lýðræðisvaktin sinn og regnboginn sinn þingmann 2013. Er það ekki eðlilega lýðræði að ef ég kýs flokk heimilana að þeir fái þingmenn því að við voru nógu mörg að við áttu fyrir 2 þingmennum en fengu það ekki að því að það voru einhverja reglur sem að flokkarnir sem að sátt á þingi höfðu sett til þess að verja sín völd. Jú, algjörlega. Nú, þannig að það kemur til greina bara að fella burtu þröskuldin. Eins og hafa auðsæti. Ég er alveg hlindur því að fella út 5% regluna en það er ekki innan valdsviðs forsetans, það er málefni fyrir Alþingi og forseti getur ekki deilt út þingsætum út frá því hvað honum finnst að kosningarnar hefðu átt að vera. Aðferðin sem að ég er búin að smíða í kringum þetta til þess að allavega tryggja það
að hlutir fara ekki gegnum þingið nema þá að það sé allan meiri hluti á bakvið á, þá allan að krefja þingið aukið samþykki til þess að vega upp á móti þessum stólum sem að var hendi í ruslið. Já, þannig að ef við tökum þetta kjörtímabil 2013. Ég held meira að ég hafi reiknað aðeins fleiri þingsæti heldur en þú, en eins og segja, já, það var bara graf alvarlegt mál og það var mjög lítið talað um það, mjög litlir eftirmálar og þetta hefur líka gerst eftir það og mér minnir að sko þing sem að starfa eftir svona kosningar þar sem að er mikið af, eins og ég kalla týndum þingsætum, að þau þing renna nánast aldrei undir lok, sem sagt þau ná aldrei 4 ára þroska. Vegna þess að þingið er ekki í takt við stjórnmála afstöðu almennings. Já, það bara endar oftast á því að forsetið þarf að rjúfa þingi og búa til nýra kosninga. Það hvort það sé gert út af því að einhver ráðherra biður hann það, skiptir svo sem ekki það miklu máli, það er forsetið sem þarf að gera það og hann rjúfi þingi og búa til nýra kosninga. Þannig að reyndin er svo að stjórnmála elítan telur að hún sé að búa til pólitískan stöðuleika með til dæmis 5% þröskuldunum en reyndin sé að svo er ekki vegna þess að þá er hætta á að verði svona ástand eins og var 2013 þar sem að kannski hluti af stjórnmála vakningu eftir hundsáruna náði ekki inn á þing og þar lendi var þingið raunverulega endurspeglaði ekki vel afstöð almennings. Er það eitthvað þannig sem út að? Já, ég veit ekki hver myndi nokkuð tíman heiðarlega halda því fram að þau sé að mynda pólitískan stöðuleika með þessu. Það sem þau eru klárlega að gera er að skara elda í einn köku. Þau eru að taka atkvæði sem að segja skýrt og greinilega, ég vil ekki að þú talir í mínu máli og segja, heyrðu, ég ætla að telja þetta þannig að þau tali, eða ég fá að tala þeirra máli. Annarkvort með því að henda þeim í rusli og deila þeim bara niður á hina eða bara hreinlega að segja, einmitt, þetta er ekki gilt, þannig að þetta fer með meiri hlutanum sama hvernig meiri hlutin verður. Þetta er sko augljóslega regla til þess að auðvelda þeim að fara með völd en það myndi enginn halda því fram, sko held ég heiðarlega að þetta sé til þess að skapa eitthvað stöðuleika og reynsla sýnir það að það gera það augljóslega ekki. Hérna, í þessum málum sem þú leggur fram, þá er svona afstaða að við getum ekki falið ákvörðun svona dómgreidd einstaklinga, jafnvel ekki hópa eins og hópar inn á þingi geta spilt í og þú stillir oft upp svona eins og svona vélrænum lausnum. Ef það er bara 10% þá bara fer þetta og svona eins og sé svona vantrú á dómgreind einstaklinga sem er í þessu. Það er svona löngun að því að finna eitthvað svona kerfi sem að getur kannski bara leyst vanda fyrir okkur. Það við þurfum ekki að hafa ómikla mannalikt í húsum okkar þar sem menninir koma og taka ákvarðanir. Er þetta eitthvað er í þessu svona eitthvað svona vantrú á dómgreind einstaklingana því að til dæmis þingmenn þeir skrifa undir svona drengskaparheiti og að sömuleyti er afstæð þeirra á að vera byggð á þeirra persónulega mati, það er eiginlega allt byggt upp á því, allt fulltrúalýðræðið og líka forsetinn að við erum að velja einstakling til þess að taka ákvarðanir fyrir okkar hönd. Alls ekki. Eins og segir, að þingmenn er engis bundnir á eigin samvisku og í þessu tilviki, eða það sem ég er að gera, er ekki að vera á móti því að einhver geti afsalið sér rétti sínum til einhvers annars til að tala sínu máli. Er hægt að gera það öðruvísi og réttlætanlegra og mögulega það er verkefni fyrir framtíðina og aðrar kosningar, ég ætla ekki að gera það núna til að fá skýr og einföld skref til þess að byrja með en það er ekki það að það sé einhver svona teknokrata lausn heldur er það þá frekar að af hverju er þetta dómgreind eins aðila sem á að treysta á þegar við höfum dómgreind allra
Af hverju má fólk ekki bara segja sjálft, nei ég vil þetta ekki, okkur þarf einhver annar að svona lesa það í kosmosinum að það sé fólk sem vil þetta ekki, okkur má fólk bara ekki segja það sjálft. Ertu að tala fyrir svona bara miklu beinu lýðræði? Eins og bara með 10% þröskuldin. Af hverju þarf einhver að vera að spá í kúlu hvað sé rétt ákvörðun, okkur getum við bara ekki tjekkað á því. Kannski og síðan það sem sagt, bara afsakað því þú komst með þetta, það er ekki það að sem sagt, við getum ekki treyst á dómgreind fólks eða það sé ómikil mannalegt í húsunum, en þegar að sem sagt, einhver afsalir sér veitir einhverjum öðrum umboð til þess að fara með sitt mál það er þegar að sá samningur er ekki virtur af einhverjum öðrum, segir nei, heyrðu, ég ætla ekki að taka þetta framsal gilt og ég ætla bara að taka það til mín í staðinn sem eru týndu þingsætin. Þetta er bara einmitt brot á þessum samningi milli þessara tveggja aðila og svo þriðji kemur inn og segir nei, ég ætla að fara með valdið og það er það sem ég er aðalega að gagnrýna, ekki það sé einhver svona kerfisleg lausn sem að gera þetta betur, heldur að það er hreinlega að vera að brjóta á fólki. Já. Það sem að hefur verið rökin á móti svona beinu lýðræði eru ýmiss konar. Eitt er að til dæmis að ákvarðanir skatta hendi ekki í það, af því það sé svona freistni hjá almenningi að hafna því að borga skatta, þó svo að fólk vilji kannski fá að ríkið sé fjármagnað og það getur lent í vanda. Það er við þekkjum þessi rök að skattamála ekki heima í þjóðaratkvæðagreiðslu. Annað er það að meiri hlutin getur gengið á rétt minni hluta. Getur verið þjóðis ástæðum að sé minni hluti í samfélaginu sem að meiri hlutin er til í að skerða réttindi hjá. Getur verið innflytjendur en getur líka bara verið bara finnar í Svíþjóð þessuna. Það er svona þjóðar minni hluti. Og það er svona ýmis svona ástæðu það sem að er sagt að sumt bara hendar ekki í beint lýðræði þjóðaratkvæðagreiðslu og svo hafa menn bent á það að Hitler jók völd sín sem kanslari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það er verið talað og þess vegna er sagt að sumir hlutir eigi bara betur heima í fulltrúalýðræðinu og sé ekki rétt að vísa yfir í beint lýðræði. Ég er ekki alveg náði hver spurningin er nákvæmlega. Ég er að segja að þú sett með ykkur mörk á því að þú ert að segja að ef það koma 10% sem að biðja þetta, segjum að komi 10% sem að vilji fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að öllum útlendingum sem að komu til Íslands á síðustu 10 árum sem vísa á landinu. Myndur þú segja bara já að þetta væri þjóðaratkvæðagreiðsla það, hvort þú ættum að vísa öllum útlendingum frá Íslandi? Forseti getur ekki sett lög. Nei, þannig að það þarf að koma fyrst lögin til þess. Já, 27. grein stjórnarskrárinnar segir að forseti þarf að undirrita öll frumvörp. Þannig að það er ekki fyrir en að þingi búið samþykkja það. Já, þetta er varnagli gegn þinginu. Ég er ekki að segja að fólk geti sett lög eða með 10% minnihluta. Það sem ég er að segja er ef að þingi gerir eitthvað sem að þjóðinni líst svo illa á að það er hægt að fá sjálfsagður réttur. Já, það sé hægt að fá 10% undirskriftir á skömmum tíma og slíkt gerist ekki nema það sé annarkvort minnihluti sem er virkilega brjálaður sem þýðir við ættum að skoða þetta eða þá að það sé svo mikil gremja almennt í samfélaginu að mjög líklega er þetta að fara að falla. Ég held að það verði ekki fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur. Það sem mig grunar er að þingi muni bara passa betur upp á það að sé þverpólitískari sátt málefni sem faraðan í gegn sem ég held að flest allir vilja nema einmitt þeir sem að vilja stjórna í krafti minnihlutans sem er eins og ástandið er núna og hefur verið þar sem að það er mjög lítill minnihluti kjósenda sem er í rauninu á bakvið þessi þingsæti sem að eru síðan að segjast tala máli meirihlutans og eru síðan að sannfæra alla að þau hafi valdið til að skipa ráðherra og ekki forsetin og allt í einu er það einmitt rosalega mikið af völdum innan ríkisins sem er komið á hendur fárra einstaklinga sem eru með til að fá atkvæði á bakvið sig og það virðist ekkert vera neitt sem að aðri geta gert í því. Ég var að draga umræðina svolítið út í það beint lýðræði
almennt hvort á móti þessari dómgreind einstaklingarna og fulltrúalýðræðisins og dæmi sem ég tók áttu við það en ekki kannski eins og þú leggur þetta upp sem umverulega bara möguleikar forseta á Íslandi til þess að vísa samþykktum lögum í þjóðaratkvæði. Þannig Já, ég einungis að tala þessar greinar stjórnarskrárinnar og þetta allt saman innan valdsvið forsetans. Þetta eru hlutirnir sem að hann getur gert og þetta eru hlutirnir sem að fólk spyr hvað myndið þú gera í þessari stöðu og þá ég bara að gefa fyrirfram sjáanlegan í rauninni algoritma eða reglu við það hvernig ákvörðunartakan verður. Ég myndi skrifa undir öll lög án þess að spá í því nema mér berist 10% mótmæli, þá myndi ég alls ekki skrifa undir þau og vísa þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá þarf ekki að treysta á mína dómgreind heldur þá þetta þjóðin sjálf sem í rauninni ræður því hvort það sé nóg mikil gremja í samfélaginu ekki til þess að hleypa þessu hlutum í gegn. Þú spyr hvort að, hvað með fjárlög eða skatta? Ég held að eina fólkið sem að hefur hagað því að sannfæra fólk að þessi mál eigi ekki við þeir sem að vilja stjórna í krafti minnihlutans og fara með almannafé. Og af hverju ætti almenningur ekki að geta stoppað af stjórnvöld ef að þeim finnst illa að fara með almannafé? Áttu við að segjum að væri frumvarp skattahækkanir til dæmis á Já, hvað bara fara alla leið og segja fjárlög. Já, en ef við tökum bara sem auðulega skattur sem skattur á hinn allra ríkustu að verði samþykkt á Alþingi og hinn allra ríkustu vilja ekki borga skatta og ná að safna 10. Þeim oft tekist að fá almenning til þess að vera á móti skattahækkunum sem þó leggjast bara á hinn ríku eða með skattalækkunum til hennar ríku, hefur tekist það út allan heim, að þeim geti tekist það að safna saman 10% þannig að færi í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort ætti að leggja á auðlega skatt og hinn ríku myndu tala ekna skatt og eins og hafa handmælt eignasköttum í gegnum tíðina. Þetta verið gríðarlegu óréttlátur skattur á ekkjuna sem býr í 200 miljónar króna einbýlishúsinu en hefur bara greiðslur frá Tryggingastofnun og rekursleikan áróður. Þannig þetta er svona dæmi það sem að gæti samt farið í þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem að tengjast skattamálum, þannig ég að spyrja hvort það séu einhver mörg, þannig að bara ef það koma 10% að þá setur það ekki. Já, eins og í þessu tilviki þá hef ég ekki ennþá séð bendanlegt vandamál. Ég náði ekki hvað vandamál átti að vera að þessi skatti fari í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já. Að því að ég nefndi að því að það sem eru töluvert af þjóðaratkvæðagreiðslum eins og í Kaliforníu og í Sviss að þá hefur verið mikið talað hættuna á því að vera með skattamál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, en eins og ég segi, nú varst þú að nefna dæmi en ég heyrði ekki nefna neitt vandamál. Ég náði ekki hvað vandamáli var við það að þessi auðlega skattur færi í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að 10% eru nógu brjáluð til þess að vilja ekki leggja á auðlega skatt og geta unnið það í þjóðaratkvæðagreiðslu í krafti efnahagslegra yfirburða sinna í samfélaginu og náði að almenningur hafni auðlegðarskatti þó svo að það stjórnvöld og þingið telji nauðsynlegt að vera að setja á til þess að halda hér upp í velferðarþjónustu. Ég er bara að reyna að búa til ykkur svona dæmi þannig að ég sjái að reyna á kenninga þínar. Það hljómar sem þú hafir ákveðna skoðun á þessu máli. Ég gæti mögulega haft skoðun á þessu máli. Ég þarf ekkit endilega að vera sammálaðir. Ég ætla ekki að bjóða fram mína skoðun á einstaka málefnum en ég sé ekki af hverju einhverjum sem að finnst hann hafa meira rétt fyrir sér heldur en aðrir geta að stoppa það að hluti færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er til nóg á þannig fólki í samfélaginu og þau eru öll ósammála. Þannig að ég held að sumir sé á dálítið háum hesti þegar þau telja mitt að þau viti betur en aðrir en meira sé að ég hef verið í hagfræði og prófessornir á hagfræðideildinni þeir eru ekki einu sinni sammála, þeir eru meira sé að á algjörlega öndurum með við hvern annan. Þannig að jú, það er allir með ástæði fyrir því af hverju að hlutir sem að þeim finnst mikilvægir eigi ekki farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og svo eru aðrir hlutir sem eiga að gera það og það er allt byggt á eigin geðþótt á eigin stjórnmálaskoðunum sem er það sem ég ætla ekki að bjóða fram. Það er það sem ég er að spyrja hvort það séu einhver takmark fyrir því hvaða mál þú setur inn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekki. Þannig ef að 10% spyður það, þá er þjóðaratkvæðagreiðsla og þá líklega í þeirri traust að meiri hluti almennings að hann má taka afstöðu
má vera gegn þinni afstöðu. Af frumvörpum sem eru samþykkt á Alþingi og forseti þarf að skrifa undir. Já. Þar myndi ég hafa hennan 10% þröskuld, rétt eins og stjórnlagaráð mælti með. Já. Eins og ég segi, ég býst ekki við að það verði fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur. Mig grunar að leið og Alþingi veit af þessu, að þá passiði bara betur upp á það að almenningur sé almennt samþykkur því sem þið að gera, sem markmið og það sem við viljum öll saman. Og engin takmark hvað er sett í þjóðaratkvæðagreiðslur? Ekki eins og og ég sé ekki ástæðu til þess að flækja þessa reglu mikið meira. Þetta tilgangurinn með þessu að bjóða fram einfaldar, skýrar reglur sem ætlað að vera fyrsta skref sem ég held að flest allir séu sammála og ég held að það geri engum gagn að vera að búa til eitthvað 30 blaðsíðna manifesto með smáaletri og viðhengi aftan á yfir hvenær þetta á við og hvenær ekki, af því þá endar það bara í ruslinu svo hitt allt og við fáum sömu stjórnmálasamtökin aftur. Já, en telur að þessa breytingar sem þú leggur fram að þú segir að þá fáum við sömu stjórnmálasamtökin aftur, telur að þær muni fella þau stjórnmálasamtök sem hafa mest völd á Íslandi í dag? Þau komast allan ekki upp með að mynda sömu valdajafnvægi þar sem engin að passa upp á sem sagt, að þau geti starfað í krafti minnihlutans. Og eins og þú segir áðan, eru ákveðin málefni sem eiga ekki heima í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það getur verið alls konar skattalög sem eru sett og það eru samþykkt fjárlagafrumvörp á hverju einasta ári. Nú bara engin möguleiki fyrir fólk að gagnrýna, ég bara bjóð upp á möguleika. Að það allan möguleiki á því að stoppa hluti sem fólk óánægt með. Þú getur sagt nákvæmlega sama dæmi og þú nefndir áðan með auðlegðarskattinn, ímyndaði bara að sé að fara í hina áttina. Ímyndaði bara málið sé að fara í hina áttina. Að það sé verið að fella skattaði burtu það? Já, og veist. Það hefur verið gert hérna. Nefnilega. Eignarskattarnir fóruð 2004 og það hefur bara stórkostlega áhrif á Íslands samfélag og jöku mjög eigna söfnun fárra á Íslandi. Það fór bara þegjandi á hljóðalustikinu þingið held ég. Nefnilega. Þannig að snildin við varnagla nefnilega að þeir virka í báðar áttir og í eðli sínu eru þeir alltaf að passa upp á þá sem að hafa minni völd. En þú værir ekki að leggja til einhverja breytingar á svona struktúr stjórnmálana ef þú segir ekki einhverja ágalla á núverandi kerfi. Hverjir eru þeir? Og þá ekki að tala formið, heldur, formið þarf að laga formið, vegna þess að niðurstaðan líklega ekki nógu góð. Þú verður ekki að leggja til breytingar ef að allt væri frábært á Íslandi. Ég held að það sé hægt að segja þetta alla sem að bjóða sér fram. Ég spyr alla þessu, Já, en stundum hugsa ég að ég fái spurningar sem aðrir fá ekki og ég ætla bara að minna á það að allt sem ég að bjóða fram innan valdsviðs forsetans samkvæmt núverandi stjórnarskrá og ég ekki að leggja til breytingar á henni. Já. Ef að fólki líst vel á þessi stefnumál þá hefði ég ekkert á móti því að þau eru samþykkt sem stjórnlagabreytingar einhvern tímann í framtíðinni en það þyrfti þá að gerast á Alþingi en eins og ég sé þetta þá þetta bara stefna og já, mig grunar að sé alveg ágætis vilji fyrir því í samfélaginu að það sé ekki sama fólkið sem inn á þingi sem að deila valdastöðum sín á milli og láta eins og ekkert sé. Þetta allt á sama tímanum þetta sama fólkið sem að mestöll gremja virðist vera í kringum ítrekað og ég held að fólk væri alveg til í að þurfu ekki að reiða sig á geðþótta einna manneskjur til þess að knýja í gegn þjóðaratkvæðagreiðslur. Munu hvernig Icesave fór. Það þarf ekki vera svona mikið drama í samfélaginu. Það þurfu ekki allir að vera rífast. Okkur bara rippuðu sig ekki af, útkljá málið og bara höldum áfram. Það fylgir nú lýðræðinu svolítið skoðanaskipti og... Já, algjörlega, en það þarf ekki að vera þessi ótti og hvað maður segja, óvissa með það hvað þessi manneskja sem að situr á Bessastöðum að fara að gera í þessu. Þú veist, af hverju getum við ekki sagt nei, heyrðu,
þetta alveg fáránlegt, við viljum fá að kjósum þetta. Af hverju þarf að reiða sig á geðþótta einna manneskju og eins og segi, það er náttúrulega út af því að stjórnarskráin komin frá danska konungsveldinu. En í nýju stjórnarskráni sem að þú hefur vitnað til, þar réttur almennings til þess að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. En þar líka málskotsréttur forsetans. Þannig að hann getur með sinni dómgreind líka tekið ákvörðun og neitað að skrifa undir lög og þar með sett mál í þjóðaratkvæði. Þau fella það ekki í burtu. Af því að þau áttu sig á því í samtali við þjóðina að þjóðin tilur að vera mikilvægt að forsetinn með sína dómgreind sem fulltrú okkar að hann geti líka haft þessi völd. Já, þess vegna segi alltaf að þetta megi finna í tillögum stjórnlagaráðs. Ég ekki að bjóða fram nýju stjórnarskrána. Ég ekki einu sinni að segja að ég sé sérstaklega hrifinn af því plaggi. Ég hins vegar sammála mjög mörgum breytingatillögum sem koma þar fram og ég sé ekki því til fyrirstöðu að það sé hægt að innleiða það sem að mest sáttum af því að ég held að öllum líkindum ekki þver pólitísk samstaða meðal landsmanna að innleiða einhverja nýja stjórnarskrá frá grunni og endurskrifa, þetta mögulega tóltið eins og reyna að finna upp hjólið en ef við Það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem að almenningur samþykkt að gera einmitt að fá nýja stjórnarskrár á grunni þessara tillögu eða frumvarps stjórnlagaráðs? Já, þetta var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla í þeim skilningi að þetta væri eitthvað lagalegur prósess. Þetta var í rauninni ekkit annað en dálítið stór skoðanakönnun. Eins og ég segi, ef þetta væri svona rosalega mikill vilji og þver pólitísk sáttum hana, að þá mjög líklegast bara hefði verið meira gert í þessu. En það ekki dæmi það að stjórnmála elítan sem að þú telur að hafi náð undir sig Alþingi og svona, hún vill ekki fá þessa stjórnarskrá og þar með hefur hún bara ítt inn í burtu. Það kannanir að sýnt að það er ennþá meirluti fyrir sem að vill fá nýju stjórnarskrá. Mikið rétt og þá má það vel vera þannig en eins og ég sé það að þá eru mesta líkur á því að ná fram mikilvægustu breytingunum. Viljum við að hluti verði raunveruleiki eða ekki? Viljum við rífast á netinu? Eða viljum við sjá breytingarnar? Kannski hvort ekki. Já, mögulega. En ég allan en ekki rífast lengur á netinu og mér langar ekki að tala um pólitík á kaffistofum, en ég ákvað bara að gera þetta. Og það er alveg hægt að taka það sem að fólki finnst vera mikilvægastu hlutirnir, sem að skipta mestu máli í tillögum stjórnlagaráðs og það er hægt að innleiða það skref fyrir skref og það tekur ekkert það mörg kjörtíðanbil að fá stærstu og mikilvægastu hlutina í gegn sem það bara breytingar á núverandi stjórnarskrá og meðan að það er ekki gert þá hvað ég að taka nokkra hluti og bjóða þá bara fram í gegnum stefnu sem forseta á embættið hefur. Já, og takk fyrir það að bjóða þig fram. En að þú sagðir áðan að þú fengir öðruvísi spurningar heldur en aðri frambjóðendur og ég var með Eirík Inga í gær sem að líka leggur til svona annars konar beitingu á forsetavaldi heldur en hefðin hefur verið að hann eiginlega að leggja til að mynda hér bara utanþingsstjórn ef hann verður kosinn bara held ég að nefnda einmitt 2 eða 3 vikur sem að þingið hefði til þess að aðlaga sig bara nýju raunveruleika að forsetinn ætlaði að taka framkvæmdavaldið, hann var í höfuð framkvæmdavaldsins og ætlaði að mynda sína eigin ríkisstjórn. Og við ræddum þetta, hvaða breytingar þetta væru og byggum til einhvers dæmi, hvernig það getur litið út og allt þetta og svo spurði ég hann að maður leggur ekki til breytingar nema maður upplifið að sé eitthvað í samfélaginu. Þannig ef allt funkeraði vel og bara kemur rétt niðurstátt og því þá var maður ekki að horfa á svona struktúrbreytingar eins og þú ert að gera og hann er að gera. Og ég spurði hann hvaða væri sem að veri helst stað í íslensku samfélagi og hann nefndi 3 atriði, hann nefndi orkunýtingu og orkudreifingu, hann nefndi svona fjármál og sérstaklega það hvernig byrðin af hækkun vaxta til þess að kveða niður verðbólgu lenti á skuldurum og var með svona útfærslu á því hvernig mætti laga það að umfram vextirnir færu til þess að greiða niður höfuðstól og hann nefndi stjórnleysi á landamærunum og lagði eiginlega til að Ísland færi út úr EES og Schengen og eiginlega bara svona hálf lokaði landinu. Þannig að það sem ég var að reyna að fá út úr þessu var afstaða hans hver er hvatinn af því að leggja til svona struktúrbreytingar. Það er það að það sé eitthvað í samfélaginu sem að bendi til þess að stjórnvöld sé að fara
gegn almannavilja og almannahag og þess vegna var spurningin til þín. Sama og allir aðrir frambjóðendur hafa fengið. Hvaða helst að í íslensku samfélagi sem eru afleiðingar af því að kerfin hérna eru ekki góð og ná ekki að vinna í takt við almannahag eða almannavilja. Birtingamyndi þess. Ég man mitt þegar að ég var að keyra yfir Suðurlandið á leiðina á Höfn að safna síðustu undirskriftunum og þar heyrði ég viðtal við einhvern í útvarpinu sem að mér fannst tala mjög svipað og ég geri og ég hugsaði hverju ósköpunum er þetta og okkur er að stela stefnumálunum mínum þegar enginn vissi hver ég var hann átti líka stutt eftir að safna og ég hugsaði hvaða viðtalið þetta, ég man ekki eftir að vera í útvarpinu en já, kemur í ljósa að það er þessi blessa Eiríkur Ingi. Ég hins vegar hugsa munurinn á okkur tveimur hvað þetta varðar er sem sagt þetta hljómar allt eins og sértækar stjórnmálaskoðanir á ákveðnum málefnum sem þarna verið að tala um og tilgangurinn eða sérst ætlunin er að gera hlutina eins og einhver telur að hann sjái lausnina fyrir sér og gera það af eigin geðþótta. Ég er einmitt ekki til þess að bjóða fram mínar stjórnmálaskoðanir. Ég held að ég er ekki kosin ef ég myndi bjóða fram mínar stjórnmálaskoðanir og ég ætla ekki að þykjast vita betur en aðrir og að minn geðþótti sé eitthvað yfir aðra hafin. Það sem ég myndi einmitt vilja gera er að leysa þessi kerfislægu vandamál til þess að við getum komið í veg fyrir þessa gremju áður en að hún verður að raunveruleika. Þannig að ég átta vel á því að þú veist, þetta til dæla skýrt, en ég vil samt spyrja hvað náði að leggja fram þessar breytingar. Getur þú nefnt dæmi í samfélaginu sem að sýnir okkur hvers vegna núverandi stjórnmálakerfi er ekki það þarf að hrista upp í því. Ekki bara stjórnmálakerfinu, heldur hvernig fjölmiðlar fjalla hluti, hvernig fólk talar stjórnmál inn á heimilinu, hvernig það er talað stjórnmál á kaffestofum, á vinnustöðum, eins og til dæmis bara það að þetta hugtak ríkisstjórn er ekki til. Þetta er hugtak sem er ætlað að lýsa sem sagt ákveðnir svona klíku eða svona valda jafnvægi inn á Alþingi en alþingismenn er alltaf bara bundnir af eigin samvisku og þeir koma frá ákveðnum kjördæmum. Það er alltaf að tala þingmenn sjálfstæðisflokksins eða framsóknar eða þannig. Það er heldur ekki til stjórnmálaflokkar, það er til stjórnmálasamtök sem að sum þeirra heita flokkur, aðrir ekki. Þau hafa það hlutverk að setja saman lista fyrir alþingiskostningar og þar lýkur þeirra lagalega hlutverki. Formenn stjórnmálasamtaka allumis eiga ekki vera skipa ráðherra, þeir ráða því ekki hvað aðrir þingmenn gera og þeir skipa ekki í ríkisstjórn. Það er ekkert af þessu sem er til í stjórnarskráni en fjölmiðlar sérstaklega tala þetta eins og hlutinni séu svona. Stjórnmálafræðingar tala þá eins og þetta séu svona. Ég líki svo oft við eins og þeir sem að þekkja fótbolta. Það eru reglur í fótbolta. Það eru 11 leikmenn í einu liði. Það eru mörk. Það eru línur sem að bolti má ekki fara út fyrir. Það er einn leikmaður sem má snerta boltan með höndunum á ákveðnum stað á vellinum. Þetta er allt sem að reglur í fótbolta. 4-4-2 er leikkerfi. Það er ekki reglur í fótboltanum. Það er ákveðið svona metagame sem að myndast ákveðið jafnvægi í kringum. Þangað til einhver kemur 3-5-1. Hann er ekkert að brjóta reglurnar. Það er oft það sem að fjölmiðla umfjöllun snýst út á. Það verður að lýsa ákveðnum svona leikkerfum og reglum og spilum inn á Alþingi og láta eins og það séu í alvörunni sem sagt stjórnlög. En veistu, kannski blessunarlega ef við myndum snúið sig yfir á íþrótta umfjöllun, þá blessunarlega eru þið ekki bara með dómarabók KSÍ að fjalla fótbolta eins og það sé fótboltinn. Blessunarlega þá sjáum við leikskipulögin og hugmyndina og dómgrind eða snildi einstaklingana inn á vellinum og erum að fjalla það, ekki bara lagagrunnin á bakvið íþróttina. En það er engin misskilningur þar hvað það varðar. Það er engin þjálfari sem er bannað að spila 3-5-1
út af því að fólk segir, já, nei, fótbolti spilaður 4-4-2. Það veistu að það eru hellingamönnum sem var til í að segja það, bæði fréttamenn og fólk í stúkunni og jáfnvel aðrir þjálfarar að segja leikskipulagi sem að þú ert að nota, Viktor, bara skilar engum árangri og þetta bara gamaldags og þetta leiðilegt, þú veist, það er nóg að því í íþróttamfélagninni, svona ágreiningur sko hvaða taktika notuð. Ja. Og það verða tískur í því, eins og þú varst að lýsa, 4-4-2 getur verið lengi, sko, og það bara allir eru konu með það, svo allt í einu breytist það, og þannig það líka í stjórnmálunum að það getur verið svona í orðræðunni, þá tali allir ég menn það verða til svona samfélagssáttmálar, bara eins og nýfrjálshyggjuárunum, og allt í einu tala bara allir eins og nýfrjálshyggjumenn, og svona eru mannheimar svolítið. Mögulega. Ég bara til að benda það. Já, ok. Herðu, Viktor, má ég aðeins spyrja það svona hvað þú kemur og svona? Hver er Viktor? Ég var að koma á Kjarvalsstöðum úr öðru viðtali. Já. Þú sagðist að hann vera hagfræðingur? Ég er hagfræðingur mennt og ég má kalla með það lögulega. Já. Ertu menntaður hérna heima eða? Ég kláraði Háskóla Íslands og Kaupmannahafna Háskóla. Þar sem ég tók framhaldsnám. Já. Og í hverju? Hvort tvekja hagfræði. Þú gæti sagt stofnana hagfræði ef þú ert að telja sérstaklega sem sagt hvaða áfanga ég valdi mér en ég fór ekki í skipulagt framhaldsnám, heldur bara hagfræði og valdi sem sagt það sem að mér fannst svona áhugavert hverju sinni. Já. Og gekk vel í námi? Ég alltaf verið svona ágætur í skóla, já. Já. Og ef ég spyr svona eins og frænka í fermingavislu, hvað gerur þau? Já, síðastlega 4 mánuði þá var ég búin að vera að vinna í frambúðinu. Já. Síðasta sem ég var að starfa var slátufélag Vopnfirðinga. Það hefur síðan lagt upp laupana og var síðasta sláturhús á Austurlandi til þess að leggja niður störf. Var verið að slátra fé þar eða? Já, hvort það var eitthvað á skalanum 30.000 lömb sem að... Er það austan það? Já, ættir að rekja á Austfirði. Allan í móðurætt og í föðurætt þá annars vegar í stjúptengsl á Hnífsdal og Bólungavík á Kjálkanum og en já, í föðurætt þá er ég 1/4 Króati. En hefur ekki unnið við hagfræði eftir að þú útskrifaðist? Það hefur enginn borgað mig fyrir það en já, það hefur örugglega það spilar inn í sko allar það greiningar og svona svo sem skrifs ég hef unnið kannski í gegnum tíðina. Já. Þannig að hjálpar það því leitinu til, já, mögulega. Þetta er eitt af þessum fögum þar sem að á fyrsta ári þá er alltaf nú ætlum við að læra að hugsa eins og hagfræðingur. Þannig að þú smítast það inn í marga hluti. Og þú gerir það og getur ekki annað en hugsa eins og hagfræðingur eða hvað? Já, sko, það er náttúrulega maður gerir það að því þetta er svona eins og eiga skóplu þá getur maður allan að mókað en ég nota hann ekkit endilega sem hamar. Nei. En hefur þú tekið þátt í samfélagsumræðinni? Tekið þátt í einhverju pólitík? Og þá er ég ekki að meina flokkapólitík, það getur verið sko. Já, ég ætla með að segja ég hjálpaði Pírótunum að klára listan 2013, þá var ég í 23. sæti. Hér í Reykjavík? Já, fyrir alþingiskostningarnar 2013. Það er svo í Reykjavík kjördæminum að öðru? Já, hvort ég held ég örgulega verið í Kraganum. Já. Og já, svo er það svona þetta virkur í athugasemdum. Ég tók þátt í því svona til 2015, þá held ég hafi bara alltaf brunnið út. Af því að eins og ég segi, mann bara nennir ekki lengur að rífast á netinu, það kemur ekkert út úr því. Þannig að núna hugsa ég, þú veist, annarkvæmt bara gerir maður hluti eða ekki. Varstu þá virkur svona frá á eftir hrunsárunum, svo fram til 2015 að það var ljóst að uppreisn almennings var kannski ekki að skila miklu? Sko, það er örgulega þaðan sem að fólk þekki mig með nafni, út af því að þá var mikið umræðum á Facebook, þar sem að allir eru með sitt eigin nafn, en ég hef alveg verið á netinu langt fyrir þann tíma, en þá voru flest allar síður með nafnleynd. Og hvað kallar þið þá? Ef að ykkur
Getur munað eftir þér. Það er nefnilega snildi við nafnlendina að þarna við höfum það bara þannig. Já. Ertu fjölskyldumæður? Ef þú veist að spyrja nákvæmlega þá er ég ókvæntur og barnlaus, en já, ég á stóra ætt og stóran systkinahóp, þannig að ég alltaf upplifa mig sem meðlim, já, bæði fjölskyldu og ættar sem að ég tilheyri. Svo er þú ungur eða ekki, ekki bara rétt slefar yfir mörkin að mega bjóða fram? Mikið rétt. Hvað er þú gamall? Ég var 35 ára daginn, sem er mitt eina ástæðanum fyrir ég hugsaði, ég verða að gera þetta, því þetta er bara aðeins svo mikil tilviljun. Það er mikið af hlutum sem að röðuðu saman og ég ákvæm að kýla á þetta, ég og félagar mínir, og eins og ég segi, síðan þarna þegar maður fór að prófa að safna undirskriftum, það bara gekkaði líka svona agalega vel og ég komst tiltölulega fljótt að því að sem sagt, ef ég reiknaði út hversu vel þetta er að ganga og hvað er langt í það ég þeirra að skila, að það hugsaði ég, veistu, ég er að fara að ná þessu. Með því að láta fólk skrifa á pappír. Það var einhver hérna daginn sem að sagt hafa skrifað hjá þér á Röntgen, eða ekki staður? Ég fekk alltaf mjög góðar viðtökur þar, já. Í Röntgen. Og einhver hérna hitti ég daginn sem að sagt hafa séð þig á kaffibarnum. Varstu það líka að það? Ég fekk góðar viðtökur þar líka, já. Já. Þetta er þín kjördæmi, Röntgen og kaffibarinn. Já, ég bý í sem sagt, gamla Vesturbænum eins og og þar er hægt að fara út í almenning og tala um fólk, gera allt fótgangandi, mikið af fólki á sama stað sem er einmitt til í að láta trufla sig og til í spjall og hugmyndir. Þannig að já, það tók þó nokkur kvöld og daga af því að sem sagt, þegar aðrir fara að slappa af þá skellir maður á sig bakpókan og húuna og fer út og segir ég ætla að fara að ræða við fólk. Já. En hérna þú ert einn í þessu frambóði, þú sagðir að væri viniðinir þannig í kring, þú ert ekki með ykkur að blokka á bakvið þig og aðstóðar fólk og kostningastjóra og ykkur að maskinu, ert að fara að opna kostningaskrifstofu. Já, ertu komin á flettiskiltin? Einn er að titla sig sem kostningastjóra minn. Jú. En hann svona leipur undir bagga. Já. Ég held að það sé almennt svona samþykki fyrir því að þetta er mest mitt verkefni og ég reyni að leggja sem mesta vinnu í það. Já. En svo er þetta eins og þetta með engin maður er eiland og maður gæti aldrei gert þetta alveg sjálfur. Stundum þarf maður bara einhvern til þess að ef ekki nema bara að lesa yfir hluti með sér eða reka mann áfram eða eitthvað. Kjörstjórn hendi út undirskriftunum þínum sem þú hafði safnað á börum bæjarins, en þú kærðir og vannst það mál. Já, út all land. Já. Það eru sjóarar á Vestfjarðafjórðungi og já, fólk á tattústofum á Austurlandi og já, fólk sem starfar á. Og því var hafnað vegna þess að það vantaði heimilisfang eða ekki á pappirinn. Og hvað gerði svo? Náður þá að safna þessu rafrænt eða félst bara hérna? Það hjálpaði til. Já. Og bara ég er mjög þakkláttur fyrir alla þá sem veittu mig liði í gegnum rafræna undirskriftir á þessum sólarhring sem ég fékk. En já, þau út af þessu formsatriði samkvæmt kosningalögum sem er ennþá óvissa hvort þetta hafi ógilt undirskriftirnar, en í þessari síðari nefnd sem að ég kærði til að þá allan að komist þeirra niðurstöðu að þau ætla ekki að véfengja úrskurð þeirra að öðru leiti en það að það hefði allir átt að fá sama rétt. Það er ekki tekið fram neinsta til þess að leiðrétta. Já, og þetta voru 62 blaðsíður af undirskriftum sem voru ekki tekna gildar. Það voru misvel skrifaðar og fólk hefur misgóða rithund. Líka eftir því sem álíður nóttina þá versnar oft rithundin? Ekkert endilega. Slíkt fólk skrifar ekkert endilega frekar undir, en þetta er líka sumt af þessu var bara gamalt fólk sem stendur út í kuldanum. Þú veist, ef ég labbaði fyrir utan kjörbúð og það getur verið einhver sem er alveg til í að skrifa en er mögulega með
gikt og stendur út í 4 stiga hita og er skjálfhentur. Þannig að það er bara alls konar ástæði fyrir því að það þarf að rýna í tölunar og reyna að finna út í hvað stendur þar og síðan þegar maður stimpla þær inn í þjóðskrá og finnur hvað fólk heitir og þar kemur lögheimili, þá get ég látið bætt því inn á. Og sástu við þetta sjálfur að færa blöðin, nöfnin á blöðunum yfir í rafrænt form? Já, ég þurfti ekki beint svo sem að setja þetta yfir á rafrænt form. Ég spurði hvaða er nákvæmlega sem að þau vildu að því að nú er klukkan farin að tifa og ef að ég get sett lögheimilin í viðauka, segja þá bara á hvaða blaðsíðu þessi undirskrift finnst og hvaða lögheimili fylgir henni, að þá myndu þau taka þetta gilt. Og já, það er það sem að ég þurfti að gera á þessum 23 tímum sem að ég fekk til þess að vinna það verk. Og það gekk glimrandi og þú slöfst inn? Já, ég skilaði eitthvað 10 morgunin eftir. Og nú ertu í kosningabaráttu, segir það, eða hvað? Ég er nefnilega kallið þetta aldrei baráttu. Nei. Fólk segir eftir til í slægin, ég er ekki að fara að berjast við neitt. Nei. Ég ætla að reyna sem minnst að tjá mig aðra frambjóðendur og ég ætla ekki að fara í neitt persónulegt við þau. Ég er bara til þess að bjóða upp ákveðin möguleika. Það er svona að koma honum til skila einhvern veginn, þannig að fólk viti hvað er sumir segja af hverju ætti ég að kjósa þig, þá ætla ég að segja það á enginn að kjósa mig, því gerir bara að segja viljið og þú segir þú þarft að gera þetta, ég þarf í rauninni ekki að gera neitt hérðan í frá, en ég samþykki þessi viðtöl eins og önnur og ég svara öllum spurningum sem ég fæ, ég hitti alla sem að vilja hitta mig, ég reyna að vera sýnilegur, en eins og ég segi það er ekkert batteri á bakvið þetta, það er enginn að kosta þetta, það er enginn skrýmsladeild neinstæðar að vinna fyrir mína hönd. Eina ástæðum fyrir að vera kosin er að því að fólk virðist í alvörunni vera hlynnt þessu stefnumálum og ég mun kannski nýta mér það leiðir sem að kosta sem minnstan jafnvel engan pening, en umfram það þá þá er ég ekki að fara að vera á neinum strætóskiltum. Hvaða væntingar hefur þú? Bara sem fæstar, ekki sem minnstar heldur sem fæstar. Ég held að það hjálpa ekkert mikið að vera að dagdreima eða spá framtíðina, hún verður bara eins og hún verður og þetta er bara eitt skrif í einu og halda áfram þangað til að kosningu kemur. En segjum svo að það verði ykkur annar kjörifórsti og hver var þá árangurinn að frambúðinu? Ég gæti trúa því að stefnumálinn eins og ég setu fram komið til með að hafa áhrif á umræðuna sem að verður í kringum það forsetaembætti. Ég held að fólk eigi ekki eftir að gleyma þessu og það getur vel verið að einhver annar takir hreinlega bara upp stefnumálinn ef það er viljið fyrir því. Herðu, Viktor, kærar þakkir fyrir að bjóða þig fram og fyrir að koma hingað í Rauðaborðið og takk hérlega fyrir að hafa mig og takk fyrir hrósið. Takk. Já, við þökkum Viktori og öðrum gestum sem hafa komið hingað við Rauðaborðið í kvöld kærlega fyrir aðstofuna við að halda hér upp í samfélagsumræðu. Ég þakka líka Birni Þorláks sem var með atriði hérna í þættinum og Laufey og Pétri sem að tóku upp og sendu út og ykkur sem að hafið staldrað við og hlustað. Þið búið til þennan galdur, breytið þessu samtali okkar hérna inn í þessu herbyrgi yfir í fjölmiðla. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að segja vinnum og vandamennum frá efninu og sagt frá því að við erum á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu og við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Ef að þið bendir fólki á að þá mun það skoða efnið og það hjálpar okkur að dreifa efninu í framtíðinni. Þannig hefur samstöðun byggst upp hægt og bítandi með góðu orðspori frá manni til manns. Þið sem að viljið hjálpa okkur enn frekar við að byggja upp samstöðuna getið gert áskrifundur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástandur áskrift. Ef þið ítið hann, þá getið skráð okkur fyrir 2500 krónum sem er grunn áskriftin sem mér er sagt að sé bara lágt verð með við það efni sem við búum til hér. Þið sem að viljið getið borga meira og þið sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna
Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda, studdur af áskrifendum og það allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En það er komið nóg í kvöld, ég segi góða nótt, sjáumst á morgun klukkan 8, þá verður rauðabróðið hér aftur á Samstöðinni. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.